Komið sæl. Þá það nýr kafli og nýtt myndband og við hoppum núna yfir í kafla 7 í bókinni sem heitir Algebra og jöfnur. Við byrjum á að skoða aðeins hvernig við táknum ummál mynda. Þetta tengist fyrstu dæmunum í bókinni sem ekkert endilega rosalega flókin. En svona reynslan mín svo að menn ekki alveg að átta sig á því hvað þeir að biðja fyrst að þeir kíkja á þessi dæmi. En hvernig myndum við tákna ummál fyrir þessa mynd hér? Jú, það ætti að vera einfalt, við bara leggjum saman allar hliðar. 3 + 5 + 3 + 5. En hvað gerist ef við skiptum út einhverju hlið eða hliðum og táknum með bókstaf í staðinn fyrir tölustaf? Og það á ekki að breyta miklu, við leggjum saman allar hliðar rétt eins og áður til að finna ummálið. Nema við fáum kannski ekki eitt svona loka svar eða loka tölu eins og 16, en við getum samt sem áður fengið stæði sem táknar ummálið. Eins og ég sagði, við getum farið sömu leið á áðan, við tökum þá eina hlið í einu, x + 5 + x + 5, og það ég búinn að skrá hérna. Þetta semst ein leið. En síðan gæti einhver annar komið með aðra hugmynd að því hvernig við finnum ummálið. Hann gæti til dæmis sagt, ég sé strax að það eru x hérna báðum megin, og þess vegna ég með 2x, og síðan ég með 2 fimmur, eina hérna uppi og eina niðri, og þess vegna skrifa ég hérna 2 fimmur eða 2 × 5. Þannig hér ég komin með aðra leið til þess að tákna ummálið. Og sjálfsögðu lokasvarið eins í báðum tilvikum ef ég einfalda þessar stæður. En þetta eru 2 ólíkar leiðir. Síðan geti enn annar komið að og hort á myndina og sagt, ég sé strax hérna x og 5, og sen ég aftur hérna með x og 5, og þess vegna setur hann þetta fram svona, x og 5 tvisvar sinnum. En eins og ég sagði áðan, þá þetta einfalda allar þessar 3 stæður og við fáum alltaf sömu loka niðurstöðuna, en hér ég búinn að sýna með 3 mismunandi aðferðum hvernig hægt að tákna ummál fyrir þessa mynd. Og það einmitt það sem að þið eigið að gera í fyrsta dæmi bókarinnar og öðru dæmi. Það að segja annars vegar útskýra hérna í fyrsta dæminu, að þá þið að útskýra hvernig sér þessi einstaklingur í A-lið fyrir sér ummálið á myndinni hérna. Og það kannski auðvelt að sjá að ef við byrjum hérna y + 1 og svo framvegis, það væntanlega bara að fara í hringinn eins og ég byrjaði á að gera hinum megin. Þannig y + 1 og síðan koma 8 rúður hér, það það 8, og svo 8 rúður og 8 rúður. Menn eru kannski helst í vandræðum með þetta hérna, hvað y - 8? Og þá getum við borið þetta saman við annað dæmi sem að lítur svipað út, nema hvað ég búinn að setja inn tölur til að einfalda þetta eins fyrir okkur. Þessi hlið hérna 12 og þessi hlið hérna 8, og síðan getur maður spurt hvað þá þessi hlið stór. Sumir sjá strax að hún 4, og þá ef ég spyr af hverju hún 4, þá svarið vantarlega vegna þess að þetta 12 og svo dreg ég 8 frá hérna, þannig að ég að hugsa 12 - 8, og þannig fæ ég út að þessi hlið hérna 4. Og það sama hægt að gera þessa hlið hérna. Að ég líti á þessa stóru hlið hérna sem var þá í staðinn fyrir 12, og segi y mínus þessar 8 rúður hér. Og þess vegna þessi hlið hérna táknuð y - 8, sem þetta hérna. Þannig að þið eigið að reyna að sýna með einhverjum hætti, annarkvort með smá textalýsingu, eða með að merkja svona inn á myndina sem ég var að gera, að segja y þetta hér, 1 þetta hérna og svo framvegis. Þið reyna að útskýra hvernig þetta ummál sett fram. Og svo B-liður alveg eins, nú þið útskýra af hverju einhver sem hugsar ummálið svona, hvernig sér hann myndina fyrir sér. Nú, 1 rúða hér og svo 8 í viðbót, 1 rúða hér og svo 8 í viðbót, það vantarlega þessar 9. Þannig að nú ég búinn að koma okkur á stað og þið eigið þá að geta séð hvað verið að meina með þessum hvaðan koma þau. Nú síðan eru fleiri liðir í dæminu sem ég ætla ekki að rekna með ykkur. Nú ég búinn að sýna ykkur hvernig þið komist af stað og
hvað er ætlast til að þið gerið. Þannig að þið klárið dæmi síðan sjálf. Dæmi 2 er svipað nema þá fáið þið bara að gefna upp myndina og eigið síðan að setja fram einhverja svona ólíkar stæður fyrir þessar myndir. Alveg eins og ég var að gera á fyrstu glærunni. Hérna setti ég fram 3 mismunandi leiðir til að tákna ummálið á sömu myndinni. Og nú eigið þið að setja fram að minnstakosti 2 ólíkar leiðir til að tákna ummálið fyrir sömu mynd. Nú restina af kaflanum eru dæmi sem að þið eigið að hafa gert áður og kunnað að reikna. Bara rifja upp þessa forgangsröð aðgerða sem kemur hér. Passa ykkur að reikna eftir þessari röð. Skoðum fyrst hvort það eru svigar eða veldi. Ef ekki þá þurfum við að margfalda og deila áður en við getum lagt saman og fengið lokasvar. Og sama gildir þó að það komi einhverju bókstafir inn í stæðuna. Ef ég ætla að fara að leggja saman líka liði, þá verði ég að margfalda að deila fyrst, eins og til dæmis hér og hér, áður en ég get fara að leggja saman x-in. Engir svigar, engin veldi, þannig að ég margfalda og deili á þessum 2 stöðum. Og núna er næsta skref að leggja saman líka liði. Og passi ykkur þá bara á formerkjunum. Nú, síðasta sem ég sýni ykkur er þetta hérna. Ef þið eru með lengri stæði sem þarf að einfalda, til dæmis með að margfalda inn í sviga, þá þurfum við bara að passa ykkur á formerkjunum hérna fyrir framan svigan. En að sjálfsögðu þarf ég að byrja að margfalda hér með 5, 5 x 3 og svo 5 x 2b. Og hér fyrir aftan þarf ég að margfalda inn í svegan með -3. -3 sinnum a og svo -3 sinnum -2b. Þegar ég margfalda saman 2 mínustölur þá verður það að plús og þess vegna er hægt að segja að það er mínus fyrir framan svegan eins og hérna og þá breytist formerki inn í sveganum þegar ég margfalda inn í hann. Og svona lítur þetta út þegar ég er búin að margfalda inn í svegan og síðasta skrefið er þá bara að leggja saman líka liði. En þá þarf ég ekki að segja ykkur meira í bili. Segja bara gangi ykkur vel og takk fyrir mig.